Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og við erum hér, Sanna og Danni, og hingað til okkar er komin hún Jokka Birnudóttir. Og nú nýverið þá fór fram kvikmyndahátíðin Reykjavík Feminist Film Festival og hún er svona að draga fram raddir og myndir sem við sjáum oft ekki í bíósölum og hún svona að reyna að leggja áherslu á raddir kvenna í kvikmyndageiranum og svona fjalla samfélagsmálefni sem þarf að draga betur fram í dagsljósið og eru fjölbreyttar myndir sem að voru þarna. Og Jokka, hún er á mörgum vígvöllum og við ætlum aðeins að fá að spjalla við hana í dag, meðal annars myndina sem að hún kemur að sem að heitir Hvar er draumurinn? Og þetta er stuttmynd sem að svona sýnir fram á, hvað getur ég sagt, skaðsemi vímuefnaneyslu og afleiðingar og birtingarmyndir og kannski Jokka, þú ert örugglega betri að kynna þetta og kynna sjálfa þig. Kannski ég gef bara boltan yfir til þín. Já, hæ. Takk fyrir að bjóða mér í þáttin ykkar. Mjög skemmtilegt. Hvar er draumurinn er stuttmynd sem að við skutum hérna fyrir norðan, sem sagt á Akureyri og hérna Eyjafirði. Pétur Guðjónsson sem er handritshöfundur og aðalleikstjóri gerði sem sagt. Hann var að vinna á Laugalandi, nú er það mikið í umræðinu meðferðarúrræði á Laugalandi. Hann var að vinna þar og eitt af því sem hann gerði með stelpunum var að gera stuttmynd með þeim. Bara prófa ýmislegt og þær voru með sem sagt í handriðsgerð og svoleiðis. Og hann gerir sem sagt þessa mynd sem að náttúrulega má ekkert sýna opinberlega og persónuvernd. En honum langaði til þess að fara lengra með þessa hugmynd. Þannig að hann fekk mig og Úlfhildi Arnold til þess að setjast niður og endurgera handritið og svo bara fara í tökur. Og tók 10 daga og við vorum með fullt af góðu fólki og enga peninga og engi vissi hvað við vorum að gera. En við gerðum bara það besta og auglýstum einmitt á samfélagsmiðlum og fengum fullt af amatörleikurum sem er svo magnað og það einhvern veginn gáfu bara allir sitt í þetta. Þessa 10 daga það var bara gefið allt í það og svo var hún á teikniborðinu eða klippiborðinu í svolítinn tíma. Allar þessar sögur eru byggðar á íslenskum raunveruleika. Þetta eru sögur sem að hann heyrði í sinni vinnu, þetta eru sögur sem að ég heyrði í minni vinnu. Ég sem sagt starfaði sem ráðgjafi hjá Aflinu sem eru samtöku kynferðis- og heimilisofbeldi á Norðurlandi. Þannig að þessu blönduðum við öllu saman og byggum til þessa mynd sem var svo frumsýnd í apríl 2020 bara online og týndist náttúrulega í COVID-inu en ekki hvað. Þannig að þegar að María Lea þegar ég kynntist henni og fór að segja henni hvað ég var að gera þá var fór draumurinn þangað inn og svo annað verkefni sem að ég er með líka. Ég held að þetta var svona mjög sláandi að sjá þetta. Ég held að margir svona kannski átti sig ekki á þessu og haldi einhvern veginn svona ef svona ratar í mynd og þá er þetta nú svona leikið og þetta er ekkert svona í alvörunni en þetta er einmitt svona í alvörunni og ég held að það sé bara mjög gott að koma með eitthvað svona sem sýnir veruleika eins og hann oft er. Hverjar svona hafa viðtökurnar verið? Hvað svona það misjafnar eða hvernig svona það kannski týnist aldrei? Týnst svolítið við höfum fengið alveg og einmitt þegar við vorum að skrifa handrit þá var maður svona má maður segja þetta, má maður gera þetta, trúir fólk að þetta sé svona. Raunveruleikinn er oft miklu verri heldur en myndin, skilur. Og oftar en ekki þetta eldri menn, nýta sér ungar konur eða yngra fólk til að vinna fyrir sig, eins og kemur fram í myndinni, Hvar er draumurinn? Það fæðist enginn og hugsa, ég ætla að vera dópsalið í Jónsdótt.
eða ég ætla bara að vera í vændi þegar ég er stór. Það er engin með þessa drauma. Það er einhver ástæða fyrir að fólk leiðist þangað. Ég vil meina það er alltaf rót, alltaf ástæða fyrir því að fólk endar það sem það endar. Og það, með þessari mynd langaði okkur að benda unga fólkinu okkar á að það er fátt svo slæmt að þú þurfir að fara þessa leið. Þú getur alltaf snúið við, það er alltaf til bjargir og svona einhvern veginn, já, vara unga fólki okkar við. Þetta er íslenskur raunveruleiki, þetta er ekki bíómynd, þetta er ekki partí, þetta er ekki gaman. Já, mér langaði aðeins að koma út af mig þetta, hvað þetta er algengt. Nú hef ég töluverða reynslu af því að vera í 12 spora samtökum. Já. Og það í 12 spora samtökum eru þúsundir einstaklinga á Íslandi. Og það er varla sú kona sem að maður hefur talað við sem að hefur ekki einhverja reynslu af ofbeldi, yfirleitt kynferðislega ofbeldi úr þessum svona neyslu heimi. Þannig að þessi heimur er miklu stærri heldur en fólk held ég svona almennt átti sig á. Ertu sammála því að þetta sé miklu stærra vandamál heldur en fólk oft gerir sér grein fyrir? Algjörlega. Og ekki bara stelpurnar heldur líka strákarnir. Svo sannarlega. Og það er einmitt, það þarf að tala meira það að strákarnar okkar verða líka fyrir kynferðisofbeldi. Og tölfræðin er 1 af hverjum 4 stúlkum og 1 af hverjum 6 drengjum fyrir 18 ára aldur verða fyrir einhvers konar kynferðisofbeldi. Bara kynferðisofbeldi, þá erum við ekki að tala að heitofbeldi. Ég þekki nokkur 12 spora samtök og kynnst mörgum gegnum þau og mögnuð samtök alveg. Við þurfum einhvern veginn að fá þetta upp á borðið. Fyrir 20-30 árum til dæmis var ekki mikið talað einelti. Það var bara stríðni og eitthvað svoleiðis. Nú vita allir hvað einelti er, það er eineltisáætlanir og allt þetta. Við þurfum að ná saman level með ofbeldi. Það er bara á borðinu, það er bara að vita hvernig það bregðast við. Þú veist hvað þú getur leitað hjálpar. Og sérstaklega að fólk hætti nú bara að beita ofbeldi, það væri langt best. Það dreifir staðan. Það væri hægt, sko. Það er einmitt og þá hlýtur það að skipta miklu máli fræðsla til unglinga. Nú hafa Stígamót verið með fræðslu til unglinga og ungmenna sem hvað var kallað sjúk ást, er það ekki, bara svona ýmislegt sem er náttúrulega frábært verkefni. Sástu hvað þær voru að vinna þar? Já, við notuðum einmitt myndböndi frá þeim. Við vorum með forvarnafyrirlestra hjá Aflinu í öllum grunnskólum Akureyrarbæjar og þá notuðum við þetta mikið. Það er alveg snilldar herferð og bara allar herferðir, þær virka á hvaða hátt sem það er. En það þarf alltaf að fylgja svo eftir. Það þarf meira. Já, á ákveðnum tímapunkti þurfi þetta kannski hætt að vera herferðir og fara að vera bara stöðugt og þarna kemur inn jafnvel fræðsla í skólum og það þurfi útvíkka lífsleiknikennslu eða eitthvað slíkt til að taka á þessum málum og þannig að krakkar séu meðvitaðari og viti hvert þú geta leita. Já, og læra að setja mörk og setja sjálfsmörk og bara samskipti yfir höfuð. Oft er þetta samskiptaleysi. Alls konar uppkomur sem hægt er að rekja mig til samskiptaleysis. Ég þorði ekki að segja, ég gat ekki sagt, ég kunni ekki og svoleiðis. Fræðsla en ekki hræðsla er til dæmis sem að góð vinkona mín er að búa til sem er einmitt bara að kenna mörk og vera að lausna með og svoleiðis og það
það held ég ætti að vera bara inn í öllum skólum. Það margt til og það fullt af góðu fólki að gera fullt af góðum hlutum. En samt eru krakkarnir okkar að detta einhverstaðar á milli í kerfinu. Og svona nú veltir maður fyrir sér sko áhrif samfélagsmiðla á bæði í rauninni svona þessi mörk og og aðgengi líka að því að ná í vímuefni og hvort að svona þessi símtæki sem við höfum með netaðgengi eins öflug tæki á dyru, hvort að þessi tæki sé einhvern veginn líka uppspretta þess að einhvern veginn heimurinn orðinn miklu opnari, eða þú veist það eru svona auðveldar að ná í hluti, þú veist, við vorum kannski ekki að sjá þetta fyrir 20 árum. Er þetta eitthvað sem að þið eru að skoða í þessu samhengi, hvernig einhvern veginn símar eru, nú veit ég ekki alveg, þetta er risastórt náttúrulega símar og hvernig þeir hafa svona áhrif á, bæði svona mörk og setja sér mörk, af því allt í einu kannski bípar tólið og maður er komið skilaboð sem maður vildi alls ekkert sjá og maður getur ekkert sett stopp á það því einhver hefur sett mér, þannig að þetta fer inn á það. Og svo líka varðandi hinn þáttinn þegar einstaklingar eru þá, ég heyrði að það væri auðveldara að ná sér í vímuefni eða eiturlyf frekar en pítsu, hvað svoleiðis sko. Þannig að þessi símar og hvernig það einhvern veginn spilar inn í þetta allt saman, er það eitthvað svona, eitthvað sem þið hafið svona verið að skoða sérstaklega? Áður en að ég er ekki lengur að starfa í aflinu en áður en ég hætti voru við komið mikil umræðum stafrænt ofbeldi sem er líka orðið viðurkennt í rauninni. En ég meina þetta er ekkert mál, þú tekur símann bara og sendir Snapchat og gerir ráð fyrir að myndin eyðist bara, þú veist, á 07 sem við vitum að gerist ekki og hún hverfa skjánum hjá þér, þá er hún til, allt sem fer á interneti er til. Það er einhvern veginn miklu auðveldara að fela sig á bakvið og við erum að sjá það náttúrulega meira bara í samfélaginu fela sig bakvið skjáinn. Þú býr til fake prófíla og þú þykist fyrir allt annað en þú ert og færð fólk til að gera alls konar, senda þér nektarmyndir eða láta þau hafa peninga eða bum að vita hvað sko. Og núna það nýjasta það sem að ungu börnum er greitt í gegnum netið fyrir myndir. Og þú ert bara í símanuðinum og þú ert bara 12-13 ára eða maður að sjá börn alveg 6 ára með síma. Þetta er ekkert mál, þetta er miklu auðveldara en hún var hérna áður. Og þá finnst mér að foreldrar þurfa að stíga inn í og kynna sig hvað eru börnin mín að gera. Hvaða forrit eru í símanum, og fara bara reglulega yfir og með börnunum því að börn eru bara svampar. Þegar þau fá athygli þá eru þau líka svampar og athygli. Þarna er allt í einu athygli úr símtækinu mín. Ég vil ekki missa þessa athygli. Ég set símann stundum bara á ónáðið ekki í smástund því að þetta er alveg bara titrandi á milljón og bípandi og hringjandi og það er óleik hljóð fyrir óleik forrit að segja mér að ég að bregðast við og svara og tjekka þessu og lesa hitt og allt það sko, þannig að þetta er alveg úr öllum áttum sem að maður á að vera til staðar og einhver að reyna að ná í mann og svona óumbeðnar myndir sem að einstaklingar geta sendt manni sem maður veit ekkert hver er, þannig að þetta er svona alls konar og þó að maður sé heima hjá manni að þá opna símtæki oft dyrnar fyrir það að heimili annarra sé á einhvern hátt líka komið heim til manns, þannig að þetta er svona ýmislegt sem þessi svona símtæki geta gert, en líka jákvæða þætti að það í gegnum þessi tækja þá var hægt að horfa á efni meðal annars Reykjavík Feminist Film Festival og voru margar myndir. Er þetta, nú bara var ég ekki alveg viss sko með kvikmyndahátíðina hvort að allar myndirnar þeim hafi verið strengt í gegnum heimasíðuna út af COVID eða hvort að einhver hlutinnar hafi farið fram í kvikmyndahúsum. Veist þú hvernig
það virkaði, hvernig það var, hvort einhverja myndir hafi verið í bíóhúsum eða hvort þetta hafi allt verið á netinu. Ég held að það hefði allt verið online Einmitt. út af COVID. Sko. Já, þetta er svona þetta er svona skrýtnir tímar sko. Ég man ekki hvernig ég fór síðast í bíó sko. En það er En svona náttúrulega, en það er einmitt sko jákvæða hliðin kannski á þessum símtækjum okkar einmitt að við getum, heimurinn varð allt í mjög rosalega lítill. Þegar maður getur bara sendt út allan heim, einmitt, kvikmyndahátíðir. Vinur minn í Rússlandi gat horft á íslenska myndir, skilurðu, eða Ástralíu eða ég get að mæta til Íslands til að setjast í kvikmyndahús til að horfa eina mynd. Það er jákvæð. Ég horfði með þetta myndina, hún kostaði ekki. Veistu hvort að myndirnar eru aðgengilegar áfram eftir að kvikmyndahátíðin er búin eða veistu eitthvað hvernig það verður? Ég veit að allan að sko vílokið er opið þar sem öll viðtölum voru en ég veit ekki með streymið á myndunum sjálf. Bara er ekki viss. Ég skil þig. En þetta svona opnar allavega á samtalið og opnar á að sé að koma saman og tala eitthvað en þetta fór alveg fram hjá mér samt sko, ég sá þetta þegar hátíðin var byrjuð, þannig að þetta fór alveg fram hjá mér svona fyrst, af því að mér finnst líka eins og sé svo margt í gangi núna. Ég veit ekki hvort það sé út af COVID, það sé fleiri svona viðburðir á netinu eða hvort það sé bara almennt svona alltaf mikið af viðburðum og einhverjum svona spennandi hlutum í gangi að maður næri ekki að komast yfir allt einhvern veginn sem er online. Maður komst ekki yfir alla hluti meðan allt virkaði eðlilega og svo kemst maður ekki yfir alla hluti þó það sé bara online. Það er svo mikið í boði að ég veit að en ég veit að sko þessi kvikmyndahátíð er árleg. Ég hafði ekki heyrt hana fyrr en bara núna í haust sko. Þannig að ég veit að hún verður aftur í janúar 2022 sko. Þannig að hún getur sett það bara í dagbókina bara, já, janúar, kvikmyndahátíð. Þannig að núna fer þetta ekki fram hjá mér næst. Já, það er snið. Ætti ekki að gera það. Já, ætti ekki að gera það. Þetta er orðið svolítið margar flottar kvikmyndahátíðir sem við búum að hérna á litla Íslandi. Það er ótrúlega gróska í þessu hjá okkur. En hérna... Við erum ótrúlega dugleg. Já, merkilega duglegt fólk. En hérna, Jóka, mér langaði að spyrja, nú ert þú svona á fleiri vígstöðum heldur bara í kvikmyndagerð og sem ráðgjafi og annað, hérna, þú ert líka gjaldkeri Sniglana, ekki satt? Jú, það passar. Og nú langar mig að spyrja bara svona forvitnisæki þar sem að ég er áheyrnarfulltrúi í skipulagsráði Reykjavíkurborgar og þið hafi nú verið að bauna svolítið á gagnrýni á vegagerðina fyrir raunverulega stórhættulegt malbygg. Hérna, hvernig er staðan á þeim málum svo við förum yfir í eitthvað allt annað í smástund? Já, við náttúrulega eftir slysið á Kjalarnesi í fyrra sumar þá vorum við með samstöðufund þannig fyrir utan vegagerðina og sögðum bara við erum bara búin á þessu og í framhaldi af því þá bauð vegagerðin samstarf þannig að við kusum þess að 2 úr mótorhjólahópnum til þess að sitja fundi með vegagerðinni. Já. Og það hefur þessi búin að hittast allan einu sinni ekki tvisvar. Og í morgun var vegagerðin sem beina útsetningu á morgunverðarfundi þar sem voru að kynna breyttar reglur eða breyttar áherslur sambandi við vegagerð og útskýra mun af malbyggi og klæðingu. Þannig að við erum alveg að fá viðbrögð sem er alltaf bara dásalegt því þetta er ekki bara fyrir mótorhjólafólk, þetta er alltaf bara fyrir okkur öllin í landinu. Við viljum vera örugg á vegunum okkar. Það er hörmulegt að þurfi að verða slys til. Akkurat. En hérna þessar nýju reglur sem að þau voru að kynna, sast þú fundið sjálf? Já, ég horfði hann online. Þú horfði hann, já, akkurat, þetta var nú bara á netinu. En hérna, eru þið að fá, hvernig voru þetta? Er þetta eins og þið mynduð vilja hafa það? Eru þið að ná hérna fullnaðar sigri?
það verði aldrei fullnaða sigur. Nei. En bara það að það sé verið að gera eitthvað náttúrulega alltaf skref. Akkurat. Og við viljum líka að vinnubröðin séu gegnsæ og fólk séu upplýst hvernig hlutinni virka og eins og í þessu sem maður var í morgun að útskýra bara munaklæðningu og malbiki bara rosa gott að vita þó ég hafi ekki hundsveit malbiki. Ég bara geta keyrt á svo búið, sko. Það svolítið gott að vita einhverja smá undirstöður og það að þau ætla að fara í harðari reglur samt eftirlit og hemla prófin eftir að búið að leggja klæðningu eða aðalega malbiki og halda betur utan það er frábært, algjörlega frábært og bara ég vona bara að þau fáum meira fjármagn þannig að það sé bara hægt að laga alla vegi landsins. Þannig við getum hjólað út allt. Og keyrt á sumardekkjum, ég meina þetta ekki bara mótorhjólin sem að upplifa hálkuna á þessu nýja slétta byggi. En þetta sýnir okkur bara enn og aftur hvað samtakamátturinn er sterkur ef við bindum spöndum og leggjum fram kröfur og því miður að það náttúrulega þurfa ofta að verða hryllileg slys fyrst en það er hægt að ná sigurum með því að standa saman. Það er nefnilega sem skiptir máli bara í öllum málum. Ef við stöndum saman og við tölum saman af virðingu þá getum við miklu meira heldur en að sitja hvert í sínu horni og nöldra. Það hefur aldrei hjálpað til. Það orða það þannig. Já, ég er að verða svona frekar tæmdur. Er eitthvað, Sanna, vilt þú koma inn? Mér finnst þetta bara draga þetta svo vel saman og standa saman og knýja fram breytingar og ég held að svona Jokka sýni hvað það er mikilvægt í öllum sínum störfum. Er eitthvað svona sem að þér finnst þau hafa ekki náð að fara inn á sem er mikilvægt að fjallum í þessu samhengi allir saman? Já. Þegar stórt er spurt alveg bara þetta er náttúrulega samtal er svo mikilvægt að við heyrum reynslusögu fólks bæði því sem við byrjum að tala í upphafi og svo að náttúrulega það sem að við hljótum að vilja er að þetta enda aldrei á þeim hræðilega stað að við séum að bregðast við þegar það er orðið of seint að reynsla fólk nýtist til þess að fyrirbyggja hræðilega atburði og þess vegna þurfum við bara að tala hlutina eins og þeir eru. Algjörlega. Bara fyrir einhverjum árum síðan fórum við á stað aflið með slagorðið segðu frá. Þetta er svo einfalt. Segðu frá ef þið líður illa, segðu frá hvernig gekk í skólanum, segðu frá þegar þú ert glaður. Og ég var svo glöð þegar ég sá að það slagorð fór á stað núna í vetur. Manni ekki augnablikinu, það stólið mig hverju voru með það. En þetta er nefnilega ekki flókið. Það er alveg sama við hvað er átt, hvort það sé ofbeldi eða vegamáli eða í leiklistinni eða whatever. Segðu frá. Það er alltaf að laga allt nema sjálfsvíg. Segðu bara frá. Finndu einhvern til að tala við. Það er alltaf einhver sem getur hlustað. Nákvæmlega. Segja frá. Segðu frá. Það voru mjög góð lokaorð. Við þakka kærlega fyrir Jokka G. Birnudóttir. Takk fyrir mig. Við vorum Reykjavík, Sanna og Danni. Takk fyrir.